Ég nú fæddur og uppalinn hérna í Hrepphólum. Hrepphólar landnámsjörð og kirkjustaður verið hér síðan í kristni. Og við erum 8 fjölskyldur sem búum orðið á Hrepphólum, ættar óðali. Ég fekk úthlutað hérna 60-70 hekturum úr Hrepphólum þegar ég var strákur og ætlaði að verða bóndi. Svo fór það nú eitthvað í annað. En þegar ég hætti í verktakastarfi sem ég fór í virkjununum og kom hérna heim og þá fór ég í skógrækt. Og það var 85, 6 og 7 sem ég var að planta fyrsta skóginum og það voru skjólbelti sem ég setti hérna þvert á vindáttina, yfir hæðina. Og það eru þær aspir sem ég er núna að taka út úr skóginum því að þær eru bæði þannig að taka ljós og næringu frá öðrum trjám sem eru að vaxa upp. Ég er með 30 hektara undir í skógi og með hérna, ég á land hérna alveg inn á Laxá, 60 hektara og ég er með 30 hektara af því í skógi. Annað er ég með í repi og koddrækt og túnrækt og ég er nú svona bara að framleiða handa hestamönnum en ég verð alltaf að skipta yfir úr repjuræktinni og koddræktinni yfir í túnrækt svona 4 ára fresti til að hvíla landið. Þessi nytja skógrækt, við erum náttúrulega eins og ég er með blandaða skógrækt. Maður byrjar náttúrulega að gera eiginlega jarðveginn tilbúin að fara í skógrækt. Það hefði ekki verið skógur á honum kannski 600-800 ár. Og það vantar allt snefil efnin í jarðveginn. Og við erum eiginlega kannski að byrja í að rækta snefilefni með þessum skógi sem við erum að rækta í dag. Annar árgangur af skógi gæti orðið góður nytjaskógur þegar þessi skógur verður felldur og annar skógur kemur upp. Þetta er nú misjafnt sjálfsagt eftir tegundum en þetta er það sem okkur var kennt í grænum skógum. Að við værum fyrst og fremst að rækta land til skógrækta með fyrstu árgangi plantna. Ég var búinn að planta í þetta skógi í 2 ár og það fór alltaf í gras og illgresi, drast. Núna full vann ég þetta og ég flægði það og draf fyrst allan gróðið með eitri og flægði það og tætti það. Þá var það svo mikið mold að ég setti grasfræ, einært grasfræ í kringum hverja plöntu leiði ég bara á hana og hún á síðan að hlífa því að frost lyftist ekki. Og þetta gras verður við rótina í vor sem bara hlíf og þá á plantan að koma upp. Þetta er svona tilraun sem við Björn Bjarnadal erum að gera svona, hvort þetta er einhver framtíð sem ég veit það ekki. Ég er hérna með reiti sem ég ætla að vera með, er með plöntur og margar svartira plöntum sem ég ætla að vera með 2-3 ár og dreifa svo í svona sem ég vant að rækta upp úr bakkaplöntum. En ég þarf að fara í þetta í vor að flytta frá þessu, þá er þetta bara sina og láta hana liggja og verja ræturnar. Þetta er röð sem við letum smíða til að ná upp plöntum með rótum allir saman þegar við orðnað þetta stóra. Við náðum upp með rótunum og síðan getum við búið til hólu fyrir þessa plöntu aftur og þá passa kökkullin honni. Og með þessum flutningi hef ég náð plöntunar lifandi. Þetta er best að gera þetta svona á vori á hann að fara að laukast. Rörið er víðar á ofan, þannig að kökkullin er alltaf laus þegar maður tekur hann upp þegar maður er búinn að losa hann í jarðveginum. Það er mjög gott að taka aspir með þessu. Þá tekur maður hérna, þetta annarkvort úr beði eða maður að grísja, færa til í garðinum. Þessi ösp sem hefur verið plantað inn í skóglendið okkar sem fyrstu bjólplöntu. Hún er fann að skyggja á aðra plöntur sem eru lægri og þær fá hvorki nóga birtu og ekki nóga næringu. Öspin er með rætur sem tekur allan næringu úr jörðinni en langar leiðir út frá sér. Þannig ég held að allavega ég að fara að taka sem mest af öspin út úr mínum skógi vegna þess að hún er búin að skila þeim árangri sem hún plöntuð til. Fyrir hérna 2 árum þá felldi ég 1 hektara ösp og fekk svo kurlara og þykkaði í þeng í Hveragerði til að kurla niður og hann gat ekki kurla sverastu bólina sem ég safnaði svo bara. Svo voru þau búin að liggja hjá mér í 2 ár hérna í bunga og ég fór með þarna 10-15 stykki til Snæfellsstöðum og fletti þessu fyrir mig á Snæfellsstöðum. Ég setti það svo í þurrk hérna eftir kúnstæðina reglum, pressu og þetta þarf að þorna niður í svona 12, veggastigi 12 og það má ekki þurrka það mjög hratt heldur, það er líka við að undir pressu
til þess að verpist ekki og skrauf þurfti eftir 3 mánuði. Ég er alveg klár á því að þetta búið til mjög fallegan panelösp. Litrófið í öspinni, kvisteinnir og viðar selja þetta sem klæningu á sumarbústaði eða. Þessi ösp er orðin svona 25 ára gömul. Ég held að hún sé alveg á réttum tíma að fella hana svona innan við 30. Ég ferðaðist mikið Kanada og þar notaði mikið svona flett innbúr í klæningar á hús og þannig að kantskera það og það fer mjög vel. Kanadamennirnir sögðu okkur á það að þeir bæru ekki á það, ekki hliðina sem snýr út. Þeir bæru kannski á hliðina sem snýr inn. Í sambandi við umhirðu á skógi, við okkur var nú kennt það heilmikið í grænu skógum. Við fórum til dæmis og skoðum þetta hjá Dönunum. Þegar Danirnir koma mikið á óvart, 12% dansku land undir skógi. Það eru 7-8 þúsund menn í skógrækt í Danmörku og þeir reka þetta sjálfir með 70 manna starfslið. Og nú voru þeir komið með nytjaskóg og fann að selja, það var vísu mikið af því jólatré, en þeir eru líka fann að selja mikið af skógi sem var ræktaði fyrir 100 árum. Og mjög góðu við sem notaði mikið í húsgögn og þetta skoðuðum við alls saman. Ég held að þegar þeir taka við þessum ríkisrekstri þá alveg gjörbreyttist það. Þá fóru þeir að selja þetta sjálfir og þeir taka 10-15% hagnaði til sölu til að halda uppi þessu starfi og það stendur alveg undir. Það eru bara 7 manna stjórn sem ræður þessu. Þetta er bara vel rekið samvinnufyrirtæki. Og ég held að formið sem við þurfum það er ekki hlutafélag, það er eitthvað samvinnufélag sem við þurfum að reka til þess að koma upp tækni og vélum og búnaði til að fara að grisja skóginn og koma ykkur að honum í verð. Ég bara þekki þetta svo vel út af þessu asparvinnslu minni að þetta er ekkert sjálfgefið. Ég var einn að braski þessi vetur að fella hennar skóg og færa 12-14 metrar stóra aspi sem eru hálft tonn á einn stað þar sem ég gat látið vélarnar taka þær og það er ekkert sjálfgefið. Það er bæði til þess tæki og mannskap. En hann er bara ekkert í staðar. Það er enginn sem vil borga það. En þetta er eitthvað sem ég sennilega kem aldrei til með að koma í framkvæmd. Þetta eru hugmyndir sem við vorum með þegar ég var í stjórn þessara bændasamtaka. Ég fór var 6 ára á búnaðingi fyrir skógarbændur og ég var alltaf út í horni. Ég var skógarbóndi eða ekki bóndi. Það er þessir kúa og fjárbændur þeim fannst þetta. Skógarbóndin, hann hafði nú ekki mikið vitað sem var að skeið þar. En ég lét það ekki ganga yfir mér. Ég er náttúrulega fæddur og uppalinn á stóru búi. Þekki við mjög vel til bæði sauðfjárræktar og mjólkurframleiðslu og ræktunar á öllum þáttum. Vann við þetta fram með undir 20. Svo þeir kenndu mér nú ekki þarna sérstaklega þessi bændur sem voru á búnaðarþingi. Þetta er nú bara svona upp á grín.